Jæja, þá held ég okkur sé óhætt að byrja. Bara góðan daginn, gott að sjá ykkur og velkomin á þennan kynningafund ný hjálpargögn gerð loftslagsstefnu hjá Grænu skrefunum. Ég ætla að byrja á því að var ykkur aðeins við, þá fara einhvern tímann í dag af stað brunabjalla hjá ykkur. Við erum búin að reyna að hafa mikið fyrir því að komast að því hver setur þessa brunabjalla af stað til þess að reyna að láta hann ekki hringja akkurat núna. En ef það gerist, þá það bara merki að við þurfum bara öll að taka okkur 5 mínútna pásu og teygja úr okkur og ná okkur í kaffi. En ég á ekkert sérstaklega von á því. Mér langaði bara svona að vera búin að nefna það. En þá bara það tækifæri til þess að teygja úr sér og kannski ná sér í kaffi. En það hún Ásdís sem ætlar svona að leiða fundinn í dag og fara yfir þessi 2 nýju gögn, annars vegar aðgerðarbanka og fyrir gerð loftslagsstefnu og svo hjálparskjal sem á að auðvelda okkur að nýta niðurstöðurnar úr græna bókhaldinu til að setja okkur markmið samdrátt í hverjum losunarþætti fyrir sig, svo að heildarmarkmiði í samdrætti losunar gróðurhúsalofttegunda sé náð. Þannig að ég bara hleyp henni Ásdísi að svo við fáum að skoða þetta saman. Takk fyrir þetta, Tobba. Heyriði öll í mér? Já. Ok, flott. Eins og þið vitið, þá það náttúrulega lagaleg skylda allra ríkisaðila að setja sér loftslagsstefnu núna fyrir árslok 2021 og þessu fylgir því að setja sér loftslagsstefnu sem svona eiginleg stefna, þú veist, bara í kannski ein blaðsíða eða eitthvað slíkt. En svo á þess að fylgja líka markmiðasetning samdrátt í losun fyrir hvern losunarþátt sem að þið fáið úr niðurstöðum græns bókhalds og svo aðgerðaáætlun hvernig þið ætlið að ná heildarmarkmiðinu ykkar samdrátt í losun sem kemur fram í stefnunni ykkar. Til þess að aðstoða okkur með þetta þá höfum við útbúið 2 skjöl og ég ætla að fá að deila bara með ykkur skjá. Þetta sem sagt bara að fara að vera svona mjög óformleg kynning hjá mér. Ég ekki með neina PowerPoint sýningu eða neitt svoleiðis. Mér langaði bara svona aðeins að sýna ykkur skjölin og svona, já, kenna ykkur aðeins á þau. En það hérna fyrst aðgerðabankinn sem ég ætla að sýna ykkur. Og þetta ekkert fancy, sko. Þetta bara svona Excel-skjal með lista af aðgerðum. En við höfum sem sagt skipt þessu í 8 flokka og það eru samgöngur, orkunotkun, úrgangur, matvæli, innkaup, framkvæmdur, iðnaður og framleiðsla og fjármál og það svona mismikið í hverjum flokki fyrir sig eftir því hversu svona mikil losun í hverjum flokki og við lögðum mesta áherslu á samgöngur, úrgang, orkunotkun, matvæli og innkaup af því að það þessir flokkar sem við höfum mesta reynslu af og höfum lagt mesta áherslu á í græna bókhaldinu. Og eins og þið sjáu hér þá þetta skipt eftir svona flokkum, aðgerðum og svo skýringar á því hvað felst í aðgerðinni eða af hverju þessi aðgerð gagnleg. Og eins og þið sjáu kannski þá eru sumar aðgerðirnar hvítar og aðrar gráar og það þá af því að við erum að merkja þær aðgerðir sem eru nú þegar í grænu skrefunum. Hugmyndin á bak við það að hafa aðgerðir úr grænu skrefunum í þessum hugmyndabanka sú að þegar við fórum í þá vinna að fara yfir og endurnýja grænu skrefa gátlistan í janúar síðastliðinn, þá reyndum við eftir fremsta megni að setja inn aðgerðir sem að hjálpa ríkisaðilum að draga úr losun. Og þess vegna eru þær margar hverjar í þessum aðgerðabanka og eru þá svona sérstaklega merktar og þið sjáu þá í hvaða skrefi þær eru og vitið þá að ef þið eru búin að klára ákveðið skref þá eru þið búin að innleiða þessa aðgerð sem að hjálpar ykkur að draga saman losun. Aðgerðabankinn verður lifandi, þetta ekki tæmandi listi yfir aðgerðir sem hægt að leggjast í til þess að draga úr losun og við hlökkum til að bæta við nýjum aðgerðum þegar þið sendið inn ykkar aðgerðaáætlanir með frumlegum aðgerðum sem við teljum að geti kannski nýst öðrum við að draga úr sinni losun. Og við hvetjum ykkur öll til þess að hugsa hver kjarnastarfsemi ykkar stofnunar eða fyrirtækis í meirihluta ríkisins og þá hverjir ykkar helstu losunarvaldar eru, því þar getið þið haft mest áhrif og það ekkert endilega að þær aðgerðir sé að finna í þessum aðgerðabanka, en það gæti verið, en það bara svona ykkar að leggja mat á það og leggja höfuðið í bleyti.
Þannig við hvetjum ykkur til að setjast niður með ykkar grænuskrá teymi og fara yfir hvaða aðgerðir gætu verið heppilegar fyrir ykkur. En eins og ég sagði, þá þetta ekki tæmandi listi og við okkur hlakkar til að bæta við í aðgerðabankann þegar við fáum snilldar hugmyndir frá ykkur líka. Og við munum bara hlaða inn þessum aðgerðabanka á heimasíðu Grænna skrefa síðar í dag og þið getið þá byrjað að skoða hann svona í góðu tómi. Næst ætla ég að sýna ykkur hérna markmiðasetningarskjalið og mér finnst það svolítið skemmtilegt af því að það hjálpar ykkur að nýta niðurstöðu græns bókhalds. Og þetta sem sagt bara svona Excel-skjal sem að hjálpar ykkur að setja ekki bara mælanlegt yfirmarkmið samdrátt í losun, heldur líka mælanleg markmið samdrátt í losun fyrir hvern losunarþátt til þess að tryggja að yfirmarkmiði náist. Og í þessu skjali þá sem sagt biðjum við ykkur að breyta bara þessum skærgulu reitum. Hinir reitarnir best bara að snerta þá sem minnst. En í þessu skjali þá hef ég sett inn hérna niðurstöðu græns bókhalds fyrir Umhverfisstofnun síðustu 6 árin, bara svona til þess að gefa ykkur hugmynd hvernig þetta getur litið út. En við biðjum ykkur að fylla út ykkar eigin niðurstöður úr grænu bókhaldi fyrir þau ár sem að þið hafið skilað. Og ef þið hafið bara skilað 2020 og 2019 þá það allt í lagi. Þetta bara, fyrir þau ár sem að þið hafið skilað. Og þá eyðið þið þeim upplýsingum sem eru hérna inni sem eru okkar upplýsingar. Þegar þið hafið fyllt þetta út og þá þetta hérna fyrir hvern losunarþátt fyrir sig sem akstur, flug, úrgangur og rafmagn og þessar upplýsingar finnið þið í niðurstöðukaflanum í græna bókhaldinu sem lið 12. En þegar þið hafið gert það, þá veljið þið ykkur viðmiðunarár hérna og hér hefur við valið 2019 en við gætum alltaf eins breytt svo sagt 2018 og þá sjáum við sem sagt hvernig við getum leikið okkur hér við að velja mismunandi samdráttarmarkmið fyrir mismunandi losunarþætti til þess að ná yfirmarkmiðinu. Og yfirmarkmið sem að Umhverfisstofnun hefur sett sér mjög algengt yfirmarkmið sem að ég held að mörg fyrir ykkar hafi líka sett ykkur en það 40% samdráttur fyrir 2030. Og hér, ef að þetta svona, þá sé ég að við náum því ekki alveg, þetta bara 37% samdráttur. Og þá þarf ég kannski að bæta hérna inn og pröfa að sjá, ef við dröfum saman 30% í flugi, já, þá erum við búin að ná því. Þannig að maður getur svona leikið sér svona að sjá, hversu mikið maður þarf að draga saman í hverjum flokki fyrir sig til þess að ná þessu setta yfirmarkmiði. Hér síðan til hliðar þá sjáum þið, og ég veit ekki hversu vel þið sjáum þetta á skjánu því ég að deila þessu, þið sjáum kannski ekki nákvæmlega tölunar en vonandi þarna fáið þið svona hugmynd, en þá sjáum þið hversu mikill samdráttur nauðsynlegur á hverju ári fram að 2030 til þess að ná þessu yfirmarkmiði. Og þið getið svona, og þetta ekkert eitthvað sem að þið fylgti í bara svona sem að þið getið svona haft til samanburðar þegar þið fáið niðurstöðu græns bókhalds á næsta ári og byrja að fara yfir hvort að þetta hafi gengið vel hjá ykkur. Og þetta eitthvað sem við höfum bara útbúið fyrir ykkur. Þetta skjal bara ætlað til þess að hjálpa ykkur og þið þurfum ekki að skila því til okkar. En við mælum alveg með því að vista það hjá ykkur og eiga það til þess að geta einmitt borið saman niðurstöður mismunandi ára og sjá hvort að þið séu að ná þessu markmiði sem að þið eru búin að setja ykkur. Ég ætlaði svo sem ekki að hafa þetta mikið lengra, bara bjóða upp á samtal og spurningar ef þær eru einhverjar. Spurningarnar bara inn í spjallið og eða rétt upp hendina og ég hleyp ykkur að. Það strax komin ein spurning. Það semst verið að spyrja, do I get this right? We should incorporate this into our action list and then the new environmental policy. So it's not mandatory to incorporate it, but it's just optional for you. This is just a list of ideas that you're able to incorporate if you want to, or if you feel like it could help to reduce the emissions. Thank you very much. Yeah, we were creating this action item list based on the Grænskrift 1 to 5, and basically based on those that we did not do yet. Mm-hmm. So I see many of those items, at least from these first few lines that we were seeing, are indeed overlapping with the. Yes, so we have specifically marked the actions that are already in the green steps,
Are separately marked. Yeah, so you can see that, but we also have some actions there that are not included in the green steps. Okay, cool. Then we will just try to align this with the document you have already created. And I really like this benchmark file. That really helps. Thank you. I'm hoping that it will help you, help you visualize how much reductions you need in different fields to succeed with your overall target. Yeah, that's very, very helpful. Thank you. Einhverja fleiri spurningar, einhver sem vill rétta upp höndina eða skrifa hérna í chatið. Á meðan hérna við sjáum hvort að fólk sé með fleiri spurningar, þá væri kannski bara til í að getur sýnt okkur aftur aðeins bara hérna aðgerðarskjalið. Aðgerðarbankann. Já, aðgerðarbankann, bara svona, bara þú veist, svona kannski sýnir okkur bara hvað þetta í raun hérna, margir liðir bara svona, já. Einmitt, sko, Þannig að maður sé svona aðeins búin að kynnast þessu. Bara svo ég sjái, sko, svo ég fái svona smá hugmynd, þá ef ég zooma hérna aðeins út, sko, þá sjáu þetta alveg svona ágætis listi af aðgerðum og sumar náttúrulega í grænu skrefunum nú þegar og þá merkjum við það, sko. Þannig þá sjáu þið alveg hvað þið eru nú þegar búin með ef þið eru búin með tiltekið skref, en svo alveg hellingur af hugmyndum fyrir ykkur líka til þess að þarna sjá hvort að hendi ykkar rekstri að fara í. Og núna ég í samgöngukaflanum og við höfum skipt þessu í mismunandi liði, akstur á vinnutíma á vegum fyrirtækis og þá það skipt síðan í mismunandi flokka og mismunandi aðgerðir. Svo erum við hérna með vistvænn ferðamáti og þá erum við með alls konar upplýsingar, hjól og rafskutlur, almenningssamgöngur, samakstur, deilibílar, samgöngusamningar, styrkir og hvatakerfi og svo alls konar hugmyndir á aðgerðum fyrir hvern flokk fyrir sig. Og svo þetta bara svona fyrir í raun og veru hvern losunarþátt. Sama má segja úrganginn og orkunotkunina, matvæli, innkaup. Sumir flokkar eru með minna af aðgerðum. Það bara því að það eru flokkar sem við höfum kannski unnið minna með og höfum minni reynslu af, en ef að ykkar starfsemi þess eðlis að það mikil framleiðsla eða mikil iðnaður eða mikil verslun og þið skilið til okkar ykkar aðgerðaáætlun, þá munum við taka þær hugmyndir og setja inn í aðgerðabankann til þess að leyfa öðrum að njóta góðs af því líka. Já, það komin hérna önnur spurning, hvar koma þessi skjöl inn á síðu Umhverfisstofnunar? Þau munu koma ekki inn á vefsíðu Umhverfisstofnunar heldur en á vefsíðu Grænna skrefa, þar sem að flest okkar hjálpargögn eru. Ef ég sit bara hérna, sjáu þið núna vefsíðuna hjá mér? Já. Ok, ég var sem sagt búin að opna þetta hér, þannig að ég sýni ykkur þetta bara eftir, en sem sagt ef þið eru inn á heimasíðu Grænna skrefa þá flipið hérna sem heitir vinnugögn og þar meðal annars skátlistinn og upplýsingar hvert skref fyrir sig, en ef þið skrollið hans neðar þá hérna ítarefni og þar getið þið fundið öll þessi fylgiskjöl sem að við höfum útbúið til þess að hjálpa með ýmsa þætti Grænna skrefa. Já. Ég kannski bara fyrst það ekki komin önnur spurning, þá ætla ég bara örsnöggt að minnast á það því ég gleymdi því áðan að hérna, hér þess að sagt, niðurstöðukaflinn í græna bókhaldinu. Það sem sagt hérna þessi liður 12 í græna bókhaldinu og það sem ég ætla að minnast á hér bara að passa að setja inn sem sagt þessar tölur hér sem eru til tonn, sem heildar losunin í staðan fyrir að setja hérna inn per stöðugildi sem í kílóum talið. Það bara svona, já, bara svona passa sig að lesa nákvæmlega maður sé að setja inn þessar niðurstöður en ekki þessar hér. Það eru ekki fleiri spurningar. Einhverjar svona aðrar spurningar? Ég kannski get farið aðeins yfir það núna að hérna eins og þið hafi kannski tekið eftir því sem eru svona duglegast að senda inn pósta. Það er mikið, það eru margar stofnanir að skila inn skrefum núna og það mun væntanlega aukast með árinu. Þannig að bara gott að gefa sér góðan tíma, skila tímanlega, af því ég get alveg ímyndað mér með svona þessari þróun að það verður rosalega margir að skila inn skrefum og loftslagsstefnum og fleira í desember. Þannig að það er bara gott að vera meðvitaður að
Já, það getur tekið okkur smá tíma að svara. Nú komin önnur spurning í tölunni úrgangur. Það bara blandaður úrgangur? Nei, þetta sem sagt bara svona heildarlosunin vegna úrgangs og það þá blandaður úrgangur og svo lífrænn úrgangur sem kemur þar inn. Já, við eiginlega lögðum svolítið bara upp með að hafa þetta bara mjög stutt. Það óþarfi að hafa alla fundi mjög langa. Þannig að Ásdís, eitthvað sem þú vilt bæta við að lokum? Nei, svo sem ekki. Ég vona að þessi skjöl nýtist ykkur vel og það gangi ágætlega bara að svona leika ykkur áfram í þessu, að setja saman aðgerðaáætlunina og reikna úr hver losunin samdrátturinn þarf að vera í mismunandi losunarþáttum. Nú var að bætast við ein svona pæling. Nú erum við í HÍ með sjálfbærni og umhverfisstefnu, höfum útbúið umhverfisstefnu í rekstri til að ná betur utan alvöru aðgerðir og líkist eftir við loftslagsstefnu. Einnig erum við með markmið og aðgerðir. Þá finnst mér loftslagsstefna farin vera endurtekning á því sem þegar komið. En ekki best að útbúa loftslagsstefnu sér í lagi til að uppfylla þessa þörf? Ég myndi segja að það væri bara undir ykkur komið. Það algjörlega í lagi að bara betrumbæta stefnur sem eru nú þegar til. Ef þið eru með umhverfisstefnu og bara gera umhverfis- og loftslagsstefnu eða eru með sjálfbærnistefnu, svo lengi sem að hún uppfyllir bara þessi 7 atriði sem við byggjum í stefnunni sjálfri, að þá það bara í góðu lagi. Já, þannig að það alveg mjög algengt að stofnanir séu með umhverfis- og loftslagsstefnu bara saman. Og þá einmitt svona síðari ár hafa margir verið að bæta þá inn bara loftslagspartinum, en við erum í raun viljum bara passa að sé allavega þessi loftslagspartur, hvort sem að hann er stakur eða með hinu. Ég held að sé ekki meira, það er bara verið að þakka fyrir. Fólki hlakkar til að skoða gögnin. Þannig að ég þakka bara fyrir líka og við. Grói er líka með okkur á línunni. Þannig að við þökkum allar 3 fyrir og bara hlökkum til að sjá hvað kemur út úr þessu og vonum að þið geti nýtt þessi gögn.